Skulum við halda áfram og göngum til dagskrár og næst á dagskrá eru almenningssamgöngur á Akureyri, framtíðarsýn og til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í aðalskipulaginu sem við samþykktum á síðasta ári, sem eigendastefna, þar kemur aðeins fram almenningssamgöngur að það eigi að efla almenningssamgöngur og þær leiði til betri umferðarflæðis í þéttri byggð og forsenda þessi gott aðgengi að almenningsvögnum. Og með almenningssamgöngum dregið úr umhverfislegum og fjárhagslegum kostnaði við uppbyggingu samgöngumannvirkja í bænum og tekið skal tillit til möguleika á að efla almenningssamgöngur í stað þess að bæta gatnakerfi í þágu einkabílsins. Bæta skal almenningssamgöngur svo þær verði samkeppnishæfur valkostur við einkabíli með tillit til tíma og þæginda, meðal annars með hönnun skilta, leiðarkerfa og biðstöðva og mikilvægt að tryggja leiðarkerfi strætisvagna taki mið að þörfum bæjarbúa almennt, kerfið sé einfalt og biðtími sem stystur. Strætisvagnar haldist áfram gjaldfríir. Þetta allt mjög skýrt og þá bara spurningin þessi. Að því við erum búin að draga þessar línur, erum við að vinna í samræmi við þetta? Og hvað erum við að gera til þess að uppfylla í raun og veru þessi markmið og þær væntingar sem þessi orð lýsa? Þess vegna ákvað ég bara að taka þessu umræðu hérna vegna þess að við höfum aðeins verið að ræða í umhverfis- og mannvirkjaráði hvert ber að stefna í málefnum strætisvagnanna varðandi bæði samgöngumiðstöð, biðskýli í miðbænum og fleira. Og í fjárhagsáætlunar umræðinni var verið svona að velta fyrir sér því að það þyrfti að móta svona framtíðarsýn varðandi þjónustu strætisvagnanna. Þarna má kannski segja að framtíðarsýnin birtist í stóru myndinni. Það var líka verið að ræða það, þyrfti að halda utan tölfræði sem sýndi notkun á vagnunum. Við erum að telja inn í vagnana held í 2 ára ári, svona jafnaði, og þá veldur maður fyrir sér af hverju erum við ekki bara með kerfi sem telur inn í vagnana rafrænt. Ég get ekki skilja annað en við hljótum að geta komið því við. Það hefur aðeins verið rætt og var rætt í fjárhagsáætlanavinnu fjölgun vagna, að stækka kerfið, bæta flugvellinum inn í kerfið, fara að keyra upp á Hamra á sumrin. Síðan liggur fyrir að ef á að þjónusta hagahverfið að einhverju marki, að þá duga ekki þessi 4 vagnar sem við erum með og það margt sem bendir til þess að við þurfum að bæta við 5. vagninum ef við annað borð ætlum að stækka kerfið. Og ef við ætlum að auka tíðni ferða og bæta ferðaleiði strætisvagna og bæta líka helgar og kvöldaksturinn, þá þetta allt saman kostnaðar þættir sem við þurfum að taka tillit til. Ef við bætum við einu vagni, þá kostar það á ári cirka 50 milljónir með öllu. Afskriftum, launakostnaði og því sem þarf til. Þannig að það að heilmiklu að hyggja þegar að menn fara að velta þessu fyrir sér. Og þess vegna kannski ráð að gera það eins og bara til dæmis á þessum vettvangi, þar sem að við, pólitískir fulltrúar, erum með það vald að geta forgangsraða fjármunum í einhverja þágu og til dæmis þarna og þá bara spurningin, það réttlætanlegt? Ef við erum að skoða nýtingu vagnana, þá var gerð könnun á þjónustu strætó ásamt fleiru hérna árið 2017, vorið 2017. Það var gert meðal annars í kjölfar breyting á leiðakerfinu. Þá kom í ljós að það voru svona tæp 16% 18 ára og eldri sem nýttu vagnana oft eða nokkru sinnum í viku. Og nú erum við ekki með börnin og unglingar inn í þessu sem við vitum að nýta vagnana heilmikið. Hins vegar eru það rúm 58%
sem nýta vagnanum bókstaflega ekki neitt. Og þegar að við skoðum hvaða hópar það eru þá, aldurshópar sem að nýta vagnana hverjir ekki, þá kemur í ljós að sá aldurshópur sem að nýta vagnana hvað mest, það er hópurinn 30, 60, 45 ára af 18 ára og eldri á þessum tíma. Hins vegar eru unga fólki 18 til 25 ára, það er að nýta vagnana svona hvað minnst af þessum aldurshópum upp að 65 ára aldri, en þessir eldri nýta vagnana hvað minnst. En nú er frítt í strætó, þannig að það á hver sem er að geta hoppað inn og nýtt hann. Og þá er spurningin þessi af hverju nýti fólk ekki vagnin. Og þegar það er verið að spyrja í þessari sömu könnun, getur nefnt það sem þú telur helst þurfa að breyta varðandi leiðakerfið, þá er reyndar 44,8% sem hafa ekki skoðun, af því þeir hafa ekki nýtt kerfið, eða þá að þeir hafa bara ekki skoðun á því hvað þurfið til. En það eru þarna eitthvað í kringum 30-40% sem tala tímasetningar, tíðni og fleiri vagna sem þeir telja þurfa að breyta. Svo þegar maður skoðar annað sem eru þá athugasemdir sem koma inn með, þá ganga þær langflestar út á þetta að breyta leiðakerfinu, hafa það þéttara, auka tíðnina, ekki eins mikið biðtíma, bæta biðskýli og eitthvað þessa veruna. Þannig ég túlka niðurstöðnar allavega þannig að það sé raunveruleg vilji til þess að bæta kerfið þannig að tíðni vagnanna verði meiri og það þýðir bara einfaldlega það við þurfum þá að fjölga vögnum. Þetta er allavega svona það sem að ég myndi leggja út frá þessu. Og þá er spurningin þessi, ef okkur er einhver alvara í því að auka notkun strætisvagna hérna á Akureyri og draga þar með úr umferð einkabílsins að einhverju marki, til dæmis hvað varðar skurtla og íþróttaæfingar með börnin, eða ferðir í skóla eða ferðir til vinnu, þá þurfum við augljóslega að gera eitthvað drastískt í málum, ef við viljum auka þetta umfram það sem er í dag. Og þá er spurningin þessi, erum við tilbúin til þess að bæta við einum vagni, tveimur vagnum, auka þar með kostnað til þess að auka tíðni vagnana, hafa jafnvel vagna á 15 mínútna fresti og þétta kerfið. Taka flugvöllin inn í þetta, hamra á sumrin, því við þurfum að átta okkur að því að við vorum að samþykkja það í umhverfis- og mannvirkjaráði bara nú daginn að tjaldsvæðið við Þingvallastræti verði aflagt eftir, var ekki 1 ár, frekar en 2 ár, eitthvað svoleiðis. Og þá erum við að beina öllum upp á Hömrum og það er býsna langt frá miðbænum, þannig að við hljótum að þurfa þá huga að einhverjum almenningssamgöngum þangað ef við ætlum ferðalöngum að dvelja þar, nema okkur sé bara alveg sama. Þannig að við erum svona komin á þennan stað að mínu mati að við þurfum að fara að taka einhverja ákvarðanir ef við erum að meina eitthvað með þeim orðum sem við erum að samþykkja inn í aðalskipulagi. Það fengust svaralítið svör raun og veru við því í umhverfis- og mannvirkjaráði hvað þetta að gera hérna í fjárhagsáætlunarvinnunni vegna þess að það skorti fjármuni. Að fjölga helgarferðunum og ferðum helgar og kvöldferðum. Við skulum bara taka sinn dæmi að okkur er ekki vaksin keyrir eftir að bíó lýkur, þannig að unglingar og börn komist bara heim klakklaust og við þurfum ekki að vera að sækja þau eða þau að ganga langa leiðir í einhverju myrkri og óöryggi. Já, það kostar 19 milljónir að bæta til dæmis því inn í kerfið. Og það hefur verið mikið kvartaði undan því að kvöldar og helgaraksturinn sé bara ekki nógu þéttur svo fólk geti nýtt sér hinna þessar viðburði í bænum sem ekki á bíl. Og þar erum við öryrkja og fleiri sem
eiga þar hlutamáli. Og þá vaknar svona þessi spurning sko hjá mér og örugglega ykkur líka, erum við tilbúin til að bæta þessum milljónum inn í þessa þjónustu til þess að halda henni áfram gjaldfrýri, eða þurfum við að fara að takast á við spurninguna, eða að fara að taka upp einhvers konar gjaldtöku í strætó til að hafa eitthvað upp í hennar kostnað, allavegna hjá fullorðnu fólki, þó að börn, unglingar og jafnvel aldraðir fái frítt. Þá vaknar líka spurningin sko, erum við með kerfi sem þess eðlis að það kosti ekki augun úr að vera með þessi gjaldtöku. Nú var það til dæmis nefnt sem ein ástæða fyrir því að þessu var hægt á sínu tíma vegna þess að bæði var strætó lítið nýttur og gjaldið sem kom inn, það stóð varla undir kostnaðinu við gjaldtökuna. Þá náttúrulega komið þessu appi eða Akureyrar-kortinu eða einhverju slíku sem að geti kannski hjálpað til. En þetta eitthvað sem við hljótum að þurfa að velta fyrir okkur. Svo það hitt. Við hefum verið að bæta við 3 vögnum núna sem eru með að keyra umhverfisvænu eldsneyti sem eru metanvagnarnir 3, svo að 3 kemur á þessu ári. En nú metanið í sjálfu sér takmörku auðlind eins og en það ekki víst að svo að verði í framtíðinu, en þá ekki ráð að fara að huga því að við viljum fjölga hér vögnum og það þarf að endurnýja vagna, hvort við þá ekki að fara að huga því að kaupa þá rafmagnsstrætisvagna eða vetnisvagna, eitthvað í þá veruna, þannig að við ekki háð sama eldsneytisgjafanum og getur þá brugðist við með því. Við þurfum líka að tryggja það að vagnarnir skili sér alltaf á biðstöðurnar. Nú hefum við heyrt að því að í vetur þá hefur það gerst nokkru sinnum að vagnarnir hafa bara ekki skilað sér á réttum tíma og bara alls ekki, því að einhverju tímapunkti þá var ekki neituðu bílstjórarnir að aka vögnunum vegna bara hættu, þeir voru ekki á nöglum og það var hált og þá þurfti fólk að stökkva til og koma sér með öðrum hætti í vinnu og þetta náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir. Nú bara að breyta þessu sem betur fer. En þetta allt atriði sem að við þurfum bara hreinlega að hafa í huga þegar við erum að velta þessu fyrir okkur. Svo komum við þá samgöngumiðstöðinni sem að bæði fulltrúi Þórhallur náði nú að tengja hér inn í umræðuna stefnu í Akureyrarstofu. Við gerðum bara vel. Spurningin náttúrulega þessi sko, hvar ef að hafa hana. Það hefur komið hér fram, ef ég man rétt í umræðum, að nú stefnir ríkið að því að byggja hér samgöngumiðstöð og líklega verði hún fram á flugvelli fyrir landsbyggðarstrætó. Ég bara elsku sáttur við það sjálfur, því að við erum náttúrulega bara að vera með strætó samgöngur þangað. En við þurfum að koma upp einhvers konar miðstöð hérna í miðbænum með tillit til þess að hér skiptistöðin eins og staðan núna og þá þarf að huga því hvernig við ætlum að gera það. Og menn hafa svo sem verið með ýmsar hugmyndir í því efni og það hefur verið nefnt þessi aðstaða fyrir norðan Ráðhúsið og hugsanlega koma þar bara upp upphituðu skýli, allavega þurfum við að fara að drífa í því að losa kaffiaðstöðuna sem núna í, að ég held Strandgötu 6, því húsi sem að stendur til bara að fara að rífa. Við erum ekki að nýta sem biðstöð, við þurfum allavega að bjóða upp á einhvers konar aðstöðu þannig að fólk geti beðið inni á þessu stöðu. Það held ég að líki bara hlutarins eðli. Kaffiaðstöða strætóbílstöðina geti bara einfaldlega verið inn í Ráðhúsi. Það kaffistofaður. En þetta eitthvað sem þarf að huga að, en það kom fram í þarfagreiningu sem var unnin fyrir Fasteignir Akureyrar á sínu tíma, eða umhverfismannvirkjasvið, að ef það ætti að byggja samgöngumiðstöð þarna norðan við Ráðhúsi eins og hugmyndi var uppi og hafa þar alla aðila, það væri bara svæðið bara einfaldlega ekki nógu stórt. Og það þyrfti því að huga því að finna eitthvað annar stað. Og svo náttúrulega kemur þessi spurning líka upp sko,
á Akureyrarbæ að byggja samgöngumiðstöðina fyrir einkafyrirtæki og fleiri aðila. Það er bara eitthvað sem við þurfum að taka afstöðu til. Ef að það er talið að það sé gott til þess að byggja undir ferðaþjónustunni bænum, þá er við bara hygglust að gera það. Við þurfum bara að svara þessum spurningum. Mínu viti. Svo megum við ekki gleyma Hríseyingum og Grímseyingum. Það hefur verið, við erum með frítt í ferjuna fyrir íbúa í Hrísey, segi ég, og bara í samræmi við það er frítt í strætó. En hins vegar er verið að rukka fyrir ferðir, aukaferðir, 1500 kall, og það er svona spurning hvort að við erum að bregðast eitthvað við því og bara afnema það ef við ætlum að hafa annað bara frítt í strætó líka. En það er bara eitt að komast í land. Eina leiðin fyrir Hríseyinga til að komast í bæinn er að eiga einkabíl á ströndinni. Því að það er engar almenningssamgöngur niður á bryggju og eftir því sem ég hef heyrt, bæjarfulltrúi Hilda Jana leiðir eftir mig og það er rangt hjá mér, þá stendur ekki til að bæta úr því. Allavega er ekki hugmyndur það þykir bara ekki vera gangu upp, en það er svona spurning hvernig við hugsum þessu almenningssamgöngu bara yfir höfuð og það getur vel að ríkið komið þá með einhverja hugmyndir varðandi þessa nýju stefnu sem að þeir eru að kynna í dag. En það er nákvæmlega sama staða fyrir þá sem koma með ferjinu frá Grímsey. Þeir eru ekki að ná almenningssamgöngum til Akureyrar, eins og auðveldum hætti. Og þeir eru að greiða, þeir fá ekki frítt í ferjuna, þeir borga 3.500 kall. Það er best eftir sem ég komst að daginn þegar við vorum á ferðinni sjálf. Og þeir eru að borga íbúar í Grímsey töluvert hærra fyrir flug innanbæjar, það er að segja frá Akureyri yfir til Grímseyjar, heldur en allir sem vilja borga frá Akureyri til Þórshafnar. Það er bara umhugsunarefni líka. Akkur er það svo? Er það ekki þó okkar að reyna að vinna í því? Nú hefur verið gerð gangskori í því að bregðast við þessu eftir að verkefni brothættar byggðir kom til sögunar. En þetta er eitthvað sem að ég held að við þurfum svona aðeins að velta fyrir okkur, fyrir svo utan það að við erum náttúrulega að fara að íta við því að ferjan til Hríseyjar verði rafknúin. Bara eins og við erum að leggja áherslu á það að öll samgöngutæki Akureyringa og Akureyrarbæjar, ef allavega sem allra flest séu knúin vistvænum eldsneytisgjöfum, þá eigum við að horfa til þess líka í Hríseyjarferjuna að minnsta kosti. Ég hugsa þetta bara svona sem innlegg í umræðu hérna, ég er ekki að leggja fram neina ályktun til að samþykkja eitthvað slíkt, en mér finnst við í umhverfis- og mannvirkjaráði sem þurfum að fara að takast á við þessar pælingar, bara þurfa því að halda að fá hérna fram svona pólitíska sýn þá í bæjarstjórninni á það hvernig við viljum sjá þetta á næsta árum. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið mál sín, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir ágæta yfirferð. Ég ætla að reyna að tala kannski aðeins ekki alveg það sama hann gerði, svona hoppi yfir þá kafla hjá mér en reyna að bæta einhverju við eða víkka út. Það eru í aðalatriðum 3 ástæður fyrir að almenningssamgöngur geta verið skynsamlegar. Fyrsta lagi minna álag og minni þörf fyrir kostnaðarsama uppbyggingu í vegakerfinu, miðað við ef allir væru á einkabíl. Svo í öðru lagi er það má segja félagsleg aðgerð að reka samgöngukerfi sem allir hafa efni á að nota eða er jafnvel ókeypis. Og í þriðja lagi er það stórt umhverfismál að byggja upp samgöngukerfi sem að notar þá minna eldsneyti og væntanlega mengan minna heldur en ef að allir væru að nota einkabílinn. Og það er talsvert fjallað almenningssamgöngur í umhverfis- og samgöngustefnunni okkar.
Hérna áðan var nefnt aðalskipulagið en það líka fjallað svolítið þetta í umhverfis- og samgöngustefnunni. Til dæmis segir í inngangskaflanum loftslagsmál að almenningssamgöngur skulu njóta aukins forgangs í umferðinni, götukaflar hannaðir í þágu þeirra og svo í inngangskaflanum samgöngur þar segir til dæmis unnið skal að því að auka hlutdeild hjólandi og gangandi vegfarenda, rík áhersla skal lögð á að tengja og leggja göngu, hjóla og útivistarstíga, þétting byggðar, gott aðgengið að almenningsvögnum, betra umferðarflæði. Þetta eru svona punktar úr þessu. Og svo segir líka að tryggja skal frá upphafi skipulagsferlis hjólreiðar, göngu og almenningssamgöngur í skipulagi nýrra hverfa og uppbyggingu eldri hverfa. Stuðla skal að því að fjölbreyttum ferðaþörfum íbúa sé mætt og að samgöngu og leiðakerfið nýtist sem best. Og auðvitað sakar þá ekkert að horfa út fyrir Akureyrar hverfi í sveitarfélaginu eins og var nefnt hérna áðan. Í stefnunni sem sagt fjallað almennum orðum á jákvæðan hátt almenningssamgöngur. Þar hins vegar eru ekki skýr markmið hvernig skuli byggja upp þjónustuna, ekki skilgreint þjónustustig og svo framvegis. Og það eru ýmsir þættir sem að gera verkum að almenningssamgöngur og vistvænir ferðamátar eru ekki alveg einföld á Akureyri. Vil ég fyrst nefna veður og færð sem að eins og við vitum getur sett strik í reikningin. Svo það hæðarmunurinn í bænum sem að gera verkum að margir þurfa að fara upp talsvert mikla brekku á sínum daglegu ferðum og svo bærinn töluvert dreifður. Ef við horfum á loftmynd af bænum þá sjáum við að með smá einföldun má segja að bærinn sé byggður í hring í kringum autt svæði sem þá Glerá og umhverfi hennar. Þetta hefur reyndar lagast talsvert má segja með tilkomu borgarbrautar og dalsbrautar og með uppbyggingu við Klettaborg. En það miklu algengara form á bæjar- eða borgarskipulagi að það sé byggt þétt í miðjunni og þar sé þá margt fólk sem að þarf aðeins að fara stutta leið til vinnu eða sækja þjónustu. Þannig að hér erum við kannski með óþarlega miklar vegalengdir miðað við 19.000 manna bæ og strætóleiðirnar verða líka svolítið skrýtnar. Við erum með þessar stóru lykkjur út í hverfin. Samanborið við til dæmis Reykjavík þar sem þó einn megin ás í samgöngunum, Hringbraut, Miklabraut, Vesturlandsvegur. Nú miðbærinn á Akureyri, hann heitir miðbærinn en hann ekkert í miðjunni, hann í jaðri bæjarins, hérna niðri við sjóinn og hann liggur ekkert sérlega vel við samgöngum upp á brekkuna. Strætó gengur til dæmis ekki upp gilið. Í miðbænum samt megin stöð strætó og það spurning hvort það réttur staður til framtíðar. Nú við getum gert ýmislegt hérna til að efla og auðvelda almenningssamgöngur og vistvænar samgöngur, til dæmis þétta byggðina og við getum bætt þjónustuna í almenningssamgöngum, strætó og eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi hérna áðan. Við munum skoða nýja staðsetningu á miðbæjarstöð. Þar verður vonandi hægt að bjóða betri aðstöðu fyrir farþega og við vitum að einkaaðilar hafa sýnt áhuga á að reka veitingasölu fyrir farþegana en það bara húsnæðið sem núna í nætursalan býður ekki upp á að það sé starfrækt. Nú svo munum við væntanlega skoða möguleika að víkka á þjónustuna eins og var nefnt. Hamrar, flugvöllur og fleira, það víða þörf. Og fjármögnunina getum við boðið bæjarbúum mjög hagstætt verð á árskortum en rukkað aðra sanngjarnt verð fyrir stakar ferðir, hugsanlega. Nú almenningssamgöngurnar eru í samkeppni við einkabílinn og það má spyrja sig hvort að við kannski að hjálpa almenningssamgöngunum svolítið líka með því að láta eigendur einkabílsins finna fyrir kostnaðinum sem að þeir valda með álagi á umferðina, þörf fyrir bílastæði, meiri mengun og svo framvegis. Og svo vil ég bara lokum taka undir að það sjálfsagt að skoða fleiri vistvæna orkugjafa,
heldur en metan fyrir strætó til framtíðar? Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að leyfa mér að vera bara með svona hugleiðingar eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna með nokkra spurningar á þess að kannski ætla að svara þeim. Ég bara svona að tala samgöngumál er alltaf skemmtilegt. Það er svona það sem að mér finnst einna mikilvægast að það hafa góða samgöngur hvort sem það er innan bæjar eða til nærliggjandi samfélaga. Og ef maður veltir fyrir sér strætó og þeim leiðum og hvernig það er að virka og bæjarfulltrúi Gunnar fór ágætlega yfir það hvernig notkun er og skipting og aldurshópum og hvað fólk gefur sem skýringu yfir því að hann sé ekki að nýta kerfið. Ég hef á 3 stelpur og þær hafa svona lítið sem ekkert notað strætókerfið, margra hluta vegna. Það hefur einhvern veginn ekki hentað eða þá verður svo stutt að labba sem er bara fínt og þú ert fljótara því heldur en að bíða í hálftíma eftir strætó. Og ég tók líka þátt í vinnu hérna á síðasta kjörtímabili þar sem var verið að skoða nýja leiðakerfið og einmitt að horfa á bæinn og hvernig hann er byggður upp og þessa vagna sem við vorum með og ástæðan fyrir því að við erum að fara einhverju svona hringleiðir og gera þetta eins og við erum að gera þetta er vegna þess að við kannski höfum ekki nógu marga vagna mögulega til að gera það með öðrum hætti og ég velti fyrir mér og bara í umræðina, setja hérna í umræðina hvort að það hefði verið skynsamlegra og maður sér það í allstaðar í öðrum borgum og bæjum að þá eru leiðirnar þvert í gegn og krossa og það myndar svona eins og hnitakerfi. Þannig að gætu við verið með örari ferðir með slíku kerfi, ættu við að skoða það og mér finnst þetta svolítið þungt, þetta tekur langan tíma og getur sest upp í strætó og tekur langan tíma einhvern veginn að taka hringinn og eins og bæjarfulltrúi Andri brendir á þá erum við með þessa miðstöð hérna niður í bæ sem er alls ekkert í miðjunni. Væri hægt að hafa hana bara á Glerártorgi eða einhvers stað þar sem ásarnir krossast. Þessa samgöngu miðstöð þá ekki kannski sem miðstöð heldur bara undir strætó, innan bæjarstrætó og einhvað hvað ég var að segja svona til þess að byrja á einhverju og við höfum verið núna í svolítið tíma að ræða þessa samgöngumiðstöð eða samfylkingamiðstöð eins og bæjarfulltrúi Hilda nefndi hérna áðan og þá segi ég það hafi gert ráð fyrir henni fyrir norðan ráðhúsið eins og samkvæmt skipulagi og svo gerum við ekki neitt vegna þess að einhvern veginn þetta er í mínum huga pínu erfið staðsetning en ég held samt að við ættum til bráðabirgða ég vil að setja bráðabirgða húsnæði þarna koma starfseminni þarna inn og endurskoða svo skipuleggja og finna samgöngumiðstöð stað í vinnu við ríkið sem ætlar að setja upp samgöngumiðstöð og það væri eitthvað skrítið að hafa þetta ekki í einhverja samleið þar á milli og við værum ekki með á sama stað. Þannig að til svona skamstíma ættum við kannski að, og ég set það bara hérna fram í umræðina, ættum við að koma upp bráðabirgðahúsnæði. Við erum svolítið flinki í því, við erum að tala um það hérna á flugvelli líka til þess að bæta aðstöðuna þar en ég held að það gæti verið leið til meðan við gefum okkur tíma til þess að huga betra kerfi. Og í þessari vinnu sem ég tók þátt í þarna fyrir einhverjum árum, þá kom fram að það væri afskaplega erfitt að bæta einhverju við, svo sem eins og flugvellinum eða einhverju slíku nema bæta við vögnum. Og ég held að það sé varla forsvaranlegt, kostnaðarlega séð, eða það er mín skoðun, fyrir en að haga hverfið verður komið í gagnið almennilega og við tökum það inn í að fara með ferðir út á flugvöll, þó ég vinni nú þar sjálf og myndi gjarnan vilja hafa almenningssamgöngu þangað. Að það var bara svona, þá er meiri þörf á mínu mati á auka ferðir á kvöldin og helgar fyrir það fólk sem er að nýta strætóin og að hætta að reyna að finna leiðir til þess að fólk þurfi
minna að vera að skuttla fólki til og frá á æfingar sem dæmi. Og þetta er auðvitað umhverfisvænt að vera með almenningssamgöngur, þannig að ég held við eigum að stefna þangað og eins og aðalskipulagið segir. Þetta er eitthvað sem við viljum gjarnan að sé í lagi og að allir gætu nýtt. Og það væri þá bara pínu dýrt að vera með einkabílinn og við notum hann bara minna. Við höfum í bænum 250 km af göngustíða og göngu- og hjólastíða kerfi sem er alveg gríðarlega mikið. Og það hefur auðvitað, það hefur kannski verið hugsað til útivistar en ekki kannski sem samgöngukerfi. Og við þurfum að huga líka því þegar við erum að skipuleggja nýja stíga að þetta sé til að koma okkur sem fljótast á milli staða. Hvað varðar ferjurnar út í Hrísey og Grímsey, eins og hefur komið hérna fram, að þá búa íbúar þessar eyja náttúrulega ekki við neitt í líkingu við okkur. Það er ekki frítt í ferjuna eins og er frítt í strætó fyrir okkur. Og þá velti ég fyrir mér, ef við skoðum Hrísey, við bæjarfélagið að borga 7 milljónir eða tæpar 6, eitthvað, ég man ekki alveg töluna, á ári í Hríseyjarferjuna. Gætu við samið og fengið vegagerðina með okkur í það að við höldum áfram að greiða þetta gjald. Þetta hefur verið óbreytt síðastliðin, eða til þess að gera óbreytt síðastliðin 5 ár. Að það verði bara föst upphæð og svo verið frítt í ferjuna. Og allavega kannski frítt fyrir íbúa Akureyrarbæjar og við gætum þá tekið upp þetta íbúakort og ég held að það verði alltaf brýnna fyrir okkur að ná einhverju fram með svona íbúakorti til þess að geta verið með þjónustuna eins og við viljum hafa hana og hafa hana einhverju leyti ódýrar fyrir íbúana sjálfa en láta þá sem að valda álaginu og þörfina á að einhvern veginn að stækka borga fyrir það. Og flugið á milli eyjunnar og héðan, það eru blikur á lofti bara með flug héðan, af því við erum að tala um skoskuleiðina og við viljum fá betri samgöngu til Reykjavíkur og það á að fara niðurgreiða sem að ég ætla bara fagna náttúrulega að sjálfsögðu sem íbúi á að niðurgreiða flug til Reykjavíkur. Á sama tíma er verið að velta fyrir sér að leggja niður flug eða hætta niðurgreiða flug til Þórshafnar og Vopnafjarðar sem er þá þessi landsluti sem er að sækja þjónustu hingað í þennan kjarna sem við viljum búa. Þannig að það er svo margt í þessu sem að við verðum einhvern veginn að tengja og reyna átt okkur á, síðan er, og þetta ég fer hérna út á suður og er ekki með neitt svona beint til þess að koma heldur bara að velta upp hérna í umræðinni. Það er svo mörg að huga og hvar ætlum við að fá peningana í það að bæta til dæmis við eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi, eigum við að fara að setja 19 milljónir í að auka tíðnina eða eigum við að setja 50 milljónir og kaupa, það er að segja á ári og kaupa nýjan vagn og stækka kerfið þannig og hvar eigum við þá að taka peningana? Þeir eru eins og við vitum á skornum skammti og við erum allstaðar sjáum við þörf fyrir meiri pening í reksturinn. Þannig að ég ætla ekki í bili að hafa það lengra, kem kannski eftir. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sín og ég færi hann aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins bara innleggi í þessa umræðu. Ég held að líka kannski sé ástæða til þess að því að Facebook er nú opinber miðill og á Facebook kemur fram í dag á afmæli kona sem heitir Björg Guðjónsdóttir sem að er sérstakur erindreki okkar í strætisvagnamálum, hefur haldið uppi mjög miklum svona upplýsingum strætisvagnaakstur hér í bænum og haldið okkur bæjarfulltrúi efni, þannig að það er kannski vel til fallið að fjalla akkurat almenningssamgöngur í bænum á afmælisdegi hennar. Og ég ætla að taka það fram að hún er mjög jákvæð í allri sinni gagnrýni gagnvart okkar störfum og hefur bara verið að benda okkur á hluti sem að betur mig að fara og sem er vel og við hefum oft tekið tillit til hennar ábendinga sem hún er gjarna birti bara inn á Facebook vefnum þar sem að strætisvagnar eru með. En
Ég gerði mér nú að gamni hér helgina að þegar ég sá að við vorum að fara að ræða þessi mál, það er þessi almenningssamgöngur, að taka mér einn rúnd með þessum helgarakstri sem leið 6 sem að ekkur úr miðbænum og síðan norður bæinn og síðan aftur yfir suður bæinn og alveg í Naustakverfi, þannig að hann gengur þennan stóra hring sem hann gengur alla daga á móti leið 5. Og ég er alveg á því að eftir þessa lífsreynslu mína að við þurfum að skoða alvarlega hvað við getum gert í þessu ef við viljum gera þetta virkara helgar. Og bæjarfulltrúi Halla kom inn á það hér áðan að við þurfum að skoða mögulega að bæta í við helgaraksturinn og þá kvöldaksturinn. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum að skoða fyrst af öllu. Það kostar samt peninga og við þurfum átt okkur á því og bæjarfulltrúi Gunnar kom mjög vel inn á það, hann ræddi hér og búin að kynna sér máli vel, hann í umhverfis- og mannvirkjaráði, þetta hefur mikið talað þetta og hann náttúrulega hefur fengið upplýsingar þetta en það að bæta við vögnum er kostnaðarsamt. Við erum núna að keyra daglega 4 leiðir eða 4 vögnum á 6 leiðum það er að segja vagn 1 og 3 skiptast á og 2 og 4 og síðan ekki 5 og 6 sem þá lengri leiðir. Það er náttúrulega stóra vandamál í okkar bæ það hvernig okkar bæ skipulagður og bæjarfulltrúi Andri kom inn á það að væri voða gott ef þetta væri svona einhverjir ásar sem við varum að keyra eftir. Við erum hins vegar að ranghalast með þessa vagna hverfin og þetta svona dálítið flókið að koma upp góðu strætisvagnakerfi. Hins vegar finnst mér að væri gaman að kanna það og ég fara bara í ítalegri könnun hversu mikil notkun á vögnunum. Við höfum verið að gera einhver svona random talningar. Ég held að það sé mikilvægt að velta fyrir sér hversu margir eru að ferðast með vögnunum. Ég spurði fólk að því hvað þeir hefðu haldið að margir hefðu tekið þennan rúnd á sunnudags eftirmiðdagi og flestir sem ég spurði giskuð á mun lægri tölu heldur en það var raunin. Það fólk að nota þessa vagna helgar líka. Og það eru unglingar mikið til, ég ræddi við strætisvagnastjórinn og hann talaði að þetta væri mikið notað unglingum, börnum og unglingum. Gunnar bæjarfulltrúi benti á það samt sem áður að það þarna ákveðin aldurshópur sem að nota vagnana líka, 36 til 45 ára, ef ég man rétt mest af þessum aldurshópum sem yfir 18 ára aldri og 18 til 25 ára virðast lítið nota það. Maður velti við sér að það ekki vegna þess að þar eru menn að eignast fyrsta bílinn sinn og tilbúin að skutla öllum vinunum sínum og rúndum allan bæ. Maður velti því fyrir hvort það sé ástæðan. En hins vegar skal ég segja held ég líka, við fórum í þessa breytingu á strætisvagnakerfinu 2016. Það tók gildi 1. september 2017. Það var endurskoðað aftur 2016 var endurskoðað aftur held ég á árinu 2017. Lagfært aðeins og snurfusa til eftir reynsluna. En maður velti fyrir sér strætisvagnakerfi sem í dag, þessi hringir sem eru svona yfir virkandaginn, hvernig þeir eru að virka gagnvart fólki. Maður heyrir helst umkvörtun og það kom fram í máli bílstjóra sem ég ræddi við, að það mest verið að tala helgar og kvöldaksturinn. Það virðist vera eins og svona þessi innanbæjarakstur á daginn sé svona kannski fólk bara lærir inn á það og ég velti fyrir mig af því við vorum að tala það var verið að tala hérna hversu margt stórt hlutfall af bæjarbúum notaða vagnana og velti við fyrir sig þegar maður horfir yfir þennan föngulega hóp hér í bæjarstjórn hversu margir af okkur bæjarfulltrúum notum strætisvagna daglega. Það svona væri dálítið fróðlegt að vita það. Ég ger það ekki en hins vegar hef samt gripið vagn og maður kannski þyrfti að gera meira af því. Ég held líka að maður þurfa aðeins að skoða það hefur verið svona svolítið neikvæð umræða fólk sem að þekkir ekki til strætisvagnakerfisins jafnvel kemur með neikvæð umræða. Það verður gaman að vita hvernig umræðan hjá fólki sem að nýta kerfið. Hvernig því nákvæmlega finnst þetta virka svona dagsdaglega. En hins vegar ef við ætlum að fá fólk til þess að nota kerfið betur, þá þurfum við að tala það svolítið líka upp. Við þurfum að benda á kostina við það og þetta ekkert algallað kerfi. Auðvitað vitum við þá kom fram í könnunum sem Gunnar var að vísa til, að fólk vill fá tíðari ferðir. En það kannski svolítið erfitt fyrir okkur á meðan að við erum að sinna 90.000 manna samfélagi í hlykkjóttum götum, erfiðum húsagötum og fleira, þá kannski getur þetta verið svona dálítið erfiðara, sérstaklega þess að það kostar töluverða fjármuni. Þannig að það ýmislegt sem maður þarf að hafa í huga þegar maður að velta þessu fyrir sér hvað við viljum gera
auðvitað viljum við öll gera betur, auðvitað viljum við öll auka þjónustu, en auðvitað kostar það fjármuni og þá þurfum við að velta það fyrir okkur. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn og ég held hann hafi verið að meina það að ef við verðum að auka kvöldakstur, þegar þú talaði 19 milljónir. Kvöld- og helgarakstur, það kostaði okkur 19 milljónir. Ég með það kannski eitthvað skref sem við gætum hugsanlega byrjað að taka til þess að bæta þjónustuna. Við þurfum líka, myndi ég vel segja, það væri gott að gera nákvæma könnun á því hversu margir er að nýta vagnin. Ekki gera bara 2 ári random könnun og komast að því það eru 480.000 farþegar á Akureyri. Gera nákvæmari könnun og átta að sjá þessu og sjá hvenar álagspunktarnir eru. Jafnvel að taka bara, sem sagt, ég man aldrei hvort eða eiginlega rannsóknir á því. Við skal ég segja farþegarna, hvernig þeim ræða við farþegarna, fá þeirra viðhorf til þess kerfi sem við erum að bjóða upp í dag og svo aðeins að átta sig betur á þeirri stöðu. En ég held að við ættum að horfa á þetta svona, ég sé að þið sagði þetta í ræðminni, en fyrir í dag, ef við ætlum að borða fílinn þá gerum það í mörgum bitum en ekki einum umbita og ég held að við þurfum að taka þetta einhver skrefum til þess að bæta þjónustuna, en öll viljum við gera það en við vitum líka að það kostar peninga. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Ég er mjög hlynnt því að efla almenningssamgöngukerfið okkar og strætó og til að við ættum endilega að horfa til þess að bæta kvölda- og helgarakstur eins og bæjarfulltrúi Guðmundur og bæjarfulltrúi Gunnar hafa rætt hérna. Ég tel líka, því að ég hef nú rætt töluvert mikilvægi þess að bæta upplýsingagjöf og það er það sem við erum að tala verkefnin inn á Akureyrarstofu, er að það þarf að bæta upplýsingagjöf til dæmis strætó, hvernig það virkar, hvernig er hægt að nota það og gera það einmitt, ég nota strætó öðru hvoru, ég nota hjólið meira og til dæmis í fyrsta lagi er rosalega gott að vita að það mátt fara með hjólið upp brekkuna inn í strætó ef að það er ekki fatlaðir eða aðrir sem þeir ganga fyrir, en það er hægt. En það eru ýmsar svona upplýsingar sem að vantar til þess að markaðssetja leiðakerfið okkar og bæta ímynd þess. Og ég hugsa nú bara hvernig væri nú bara að halda trúpapartí í strætó eða listgjörning eða eitthvað, þannig að fleiri sem að aldrei nota strætó prófi það. Og síðan er notkunin oft tengd því hversu góð þjónustan er. Þannig að kannski notar ekki eitthvað að því það er einfaldlega ekki boðið kvöld og helgar og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað ákveðin hringur og erfitt að horfa á það í sílói. En ég væri miklu hlynntar því að horfa á bílastæðamálin í greiðslu heldur en endilega samgöngurnar fyrir auðvitað hvað ég held að skipti miklu máli bæði í umhverfissjónarmiðum sem og í þjónustu við börn og ungmenni sérstaklega og sjálfstæði þeirra. En mér langar að ræða kannski og síðan með samgöngumiðstöðin að auðvitað þurfum að gera eitthvað og hvað svo sem raunhæft er þar. Auðvitað væri svalast að hafa bara góða veitingaaðstöðu og þá aðila sem eru í samgöngumálum á sama stað, þar sem að væri drop-off í rútum og strætó og landsbyggðarstrætó og leigubílar og svo framvegis. En auðvitað er alltaf allt spurningum peninga á endanum, hver á að gera það, hver á að borga það, hver á að reka það og svo framvegis. En mér þætti það skemmtilegt að sjá það. En það er nú oftar en ekki eftir að maður kemur inn í pólitíkina þá er það ekki svona hvað viltu gera, heldur hvað viltu gera helst, hvað viltu gera fyrst, hvað ertu reiðubúin til að sleppa sem eru erfiðu spurningarnar frekar heldur en hvað viltu gera. Ég vil helst gera allt núna. En varðandi landsbyggðarstrætó, mér langar aðeins að ræða það því það tengist eyþingi þar sem að ég formaður stjórnarinnar þar. Þar hef ég áhyggjur af nokkrum málum. Ég farið fyrir umhverfis- og samgöngunefnd fyrir hönd þessa landshluta og lagt áherslu á að tengja sameiginlegt kerfi almenningssamganga milli þessara 3 leiða, þar að segja ferjur, flugs og strætó. Og það er náttúrulega að vissu leyti svolítið sjokkerandi að það séu ekki fjármunir settir inn í umhverfis- og samgöngu áætlun núna hjá ríkisvaldinu til uppbyggingar almenningssamgöngukerfisins. Og ég svo sem hef heyrt það í fréttum að það standi til og ég vona að það sé rétt, en ég hef áhyggjur af því.
það kom fram líka gríðarlega mikilvægt frumvarp að mínum mati að gera ferjur sem að fara til byggða eyja að þjóðferjuleiðum og þar af leiðandi verða þær skilgreindar inn í þjóðvegakerfið okkar sem slíkar og ég held að það væri mikið hagsmunamál fyrir okkur. Hvað varðar stoppustöðar landsbyggðarstrætó, ég veit ekki framtíðas, landshlutasamtökin alltaf vissuleyti hafa verið að gefast upp á rekstri landsbyggðarstrætós og fóru bara með ákveðnu svona reddingar viðhorfi inn í það að reka strætó í 1 ár í viðbót og treysta því að Vegagerðin sem segist vera að ráða starfsmann í að endurskipuleggja það kerfi og treysta því að það verði gert og síðan taki við eitthvað nýtt kerfi sem að maður hefði vilja sjá að tengdist þessum 3 punktum. Eins og til dæmis að því að bæjarfulltrúi Hallabjörg nefndi það með Þórshöfn, þá hefur við miklu frekar rætt mikilvægi þess að það sé flogið frá Þórshöfn til Akureyrar og að almenningssamgöngukerfi gangi til Þórshafnar og þaðan sé flug sem eina leið heldur en að vera kannski að gera bæði. Það að segja að fara með strætó og tala nú ekki aðra hluti sem að samkeppnislög eru að banna eins og pósturinn og pakkarnir og fólki fara alveg með sama bíl, það er bannað, en það nú annað. Síðan það sem að við verðum kannski átt okkur á með okkar eyjarnar 2 að ég get ekki séð að það gerist í framtíðin að það verði keyrt, það allavega það mikil andstæða gagnvart því að fara með almenningssamgöngur eða strætó svona fram og tilbaka eins og þyrfti að gera niður á Sand til þess að ná í Hríseyjarferjuna þar sem það talið lengja leiður og svo framvegis, en ég hef svona ákveðnar áhyggjur af því. Varðandi tengingu í Grímsey þá hefur bæjarstjórinn í Dalvíkurbyggð Katrín lagt það til að stoppustöðin færist nær Samherja frá Ólís sem að tengir þá betur ferjuleiðina við kerfið og tímaáætlunina. Þannig ég vona að það gerist. Og síðan varðandi samgöngumiðstöðva því að það var rætt svolítið það og ég hafði haft viður af því að ríkið hefði áhuga á því að gera eitthvað í samgöngumálunum, þá engi peningar skilgreindir inn í neitt sem heitir samgöngumiðstöð eða aðstæða fyrir landsbyggðarstrætó eða í rauninni bara neitt í því samhengi. Þannig að ég sé ekki ástæðu til þess að við munum í rauninni ekki kannski bíða eftir því held ég. En auðvitað vona ég að það náttúrulega verið að tala að gera nýja umhverfis- og samgönguáætlun að ári og leggja meiri áherslu á bæði að flýta framkvæmdum og síðan þessu að það verði farið í að samræma almenningssamgöngur, ferjur, flug og strætó og ég vona það verði, en það verður ekki fyrir eina ári og ef að við höfum eitthvað áhuga að gera eitthvað annað en annað en að bíða eftir því að við fáum að minnsta kosti ekki svör fyrir en eftir ár. Þannig að ég er ósátt við þetta hjá umhverfis- og samgöngunefndinni, gott að hún kannski verði starfhæf einhvern tímann og einbeiti sér að þessu frekar en öðrum málum. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, frítt í strætó. Það er ekki til neitt sem heitir frítt. Við þurfum öll að borga fyrir þetta kostar. Það er bara svoleiðis. Við erum að taka þetta af sameiginlegum peningum og við erum að rekka strætisvagna. Ef við ætlum að bæta leiðakerfið þá kostar það meiri peninga og ef við ætlum að kaupa nýja strætisvagna þá kostar það líka peninga. Mér finnst frálegt að ræða hérna í þessu samhengi að vera að tala um strætisvagnaleiðir á flugvöllin og upp á Hamra og ekki ræða gjaldtöku í leiðinni. Þetta eru þannig svæði að við eigum að taka gjald fyrir þessar samgöngur að ég til, alveg hygglust. Þannig erum við bæði í samkeppni við aðra og bara mjög eðlilegt að það sé borga fyrir þessar samgöngur. Stígarnir hafa nýst, maður hefur séð útlendingarna trilla með töskunin í bæ, þannig að það er mjög flott að sjá það og auðvitað eru það samgöngubætur að fá svona flottan stíg og ég menna þetta hefur nýst bæjarbúum vel. Þessi aldur 36 til 45 ára, ég held hann hafi efnaði að borga í strætó. Ég bara held það, 250 kall, skilur, og með þessu nýja appi hérna, þessu íbúa appinu, að það bara ding, og þetta fyrir brúta, tengingunni og kortinu inn á, kerfinu innu, og ég fór í strætó í London og ég bara veifaði snjallkortinu og það bara bíp, ég veit ekki eins og hvað kostaði, ég aðtóði það aldrei. Og
Þetta eru bara einfalda lausnir og fyrir mér skilur þá ég að tala að þarna myndum við vera með íbúakort sem að gildi fyrir nemendur, fyrir börn, fyrir fatlaða, fyrir öryrkja og fyrir ellilífeyrisþega. Þeir sem borga eru þeir sem hafa efni á að borga. Þú veist, og við hjálpum hinum. Það bara í mínum huga bara lógískt. Hvað get ég sagt ykkur meira? Það var eitthvað sem ég ætlaði að segja. Já, samgöngumiðstöð, þetta yndislegt mál. Ég trúi því ekki að Hilda hérna ætla að bíða í ár, skilur eftir því að verði einhver samgöngu áætlun sem segir að þeir ætla að byggja einhverja samgöngumiðstöð fram á flugvelli. Ég bara trúi ekki. Ég bara ekki þarna. Við skulum þá bara byrja á því að segja upp leigusamningnum við verslunina inn í Hofi og færa strætó hingað. Við erum með upplýsingamiðstöð hérna, við erum með veitingaþjónustu hérna. Hvað málið? Lengjum opnunartímann og bara getum gert hérna aðrein þar sem strætó keyrir hérna að og tekur farþega og losar út farþega. Þið verðið að hugsa svolítið lausna með þar. Þetta ekki svona flókið vandamál. Það að gera eitthvað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næstekti máls bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég veit hvað Höllu finnst ótrúlega óþægilt að segja nafn mitt, þannig ég ætla að koma upp sem oftast, það svo langt. En ég mikil áhugamanneskja samgöngur sem ekki eru einkabíllinn og ef þið myndu googla mig og myndu einhvers staðar finna að ég hefi sagst alltaf kveikja í einkabílnum en það eru mörg ár síðan og ég hef það ekki í hyggju en þá ég persónulega sjálf tek ekki strætó á Akureyri og að því að ég labba bara út allt og það ekkert mál, ég valdi mér búsetu eftir því hvar ég vinn og hvað ég geri þannig að ég tók þá ákvörðun sjálf að velja búsetun út frá því hvort ég geti labbað vegalengdirnar en annars myndi ég íhuga að nota strætó tek undir með bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini, ég var einmitt búin að rita með viðhorf gagnvart í að taka strætó að það einhvern veginn vantar eitthvað að það sé kannski, sérstaklega á aldurshópnum 18-25, að það sé meira töff og cool að vera umhverfisvænn á Akureyri. Ég tel líka með uppbyggingu á strætókerfinu að framtíðarsýn bæjarins, mér finnst það pínu að vera partur af því að ungt fólk almennt í dag og sérstaklega allavega mikið af fólki sem ég umgangst þegar ég bjó í Reykjavík að það vill hafa þetta sem raunverulega valkost að taka almenningssamgöngur hvort sem maður rukkum fyrir það eða ekki og mér finnst það í rauninni ekki vera nein spurning hvort sé frítt í strætó að það sé eitthvað hólegt gjald að því að kerfið þarf bara að vera í lagi sama hvort sem við rukkum fyrir það eða ekki í rauninni. Það er pínu tilgangslegt að hafa kerfi sem virkar fyrir afar fáa ef að þó svo sé frítt, ef enginn notar það. Ég samt ekki viss að við ættum að halda eitthvað trúpaviðburð eins og bæjarfulltrúi Hilda hérna sagði. En við þurfum að finna einhverja leið til þess að gera þetta og koma þessi sérstaklega inn í menntaskólana svo að bílarplönin þar sé ekki stúpt full af bílum. Ég tel mikilvægt að við varðandi samgöngumiðstöðina eða í rauninni jöfnunarstöð eins og við fengum að heyra á UMSA-fundi að það verði allavega tímabundið líkt og bæjarfulltrúi Halla Björk talaði áðan til hliðar við ráðhúsið að við höfum það í miðbænum þó svo hann sé kannski ekkert endilega miðsvæðis. Takk. Það ekki vegna þess að mér finnst erfitt að ég þarf bara að setja upp gleraugun. Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næstekti máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta ágætis umræður en það verður nú gaman að heyra líka aðeins sterkari afstöðu til þess hvernig viljið sjá þetta gerast. Málið er það að í mínum huga þá er ég alveg með skýra mynd af þessu. Ef við treystum okkur ekki til þess að bæta við vagni og kosta það af fé bæjarins sem ég sé ekkert endilega ástæðu til þá finnst mér bara eðlilegt að við förum að huga því að taka upp gjaldskrá fyrir strætó. Það eru til leiðir eins og kom hérna fram áðan, tæknilegar útfærslur
sem gera það að verkum með þetta á ekki að þurfa að kosta mikið vesinn eða tæknilega mikið að vera með gjaldtöku í strætó. Því ég held nefnilega að rannsóknir muni sýna það, bæjarfulltrúi Guðmundur, að ef við ætlum að auka notkun á strætisvögnunum, þá þurfum við að auka tíðnina. Ég nota ekki strætó hérna á Akureyri. Ástæðan er bara einföld, það er allt og langt á milli vagna. Ég labbaði þá frekar eða nota bílinn eða eitthvað. Ég á 13 ára stelpu sem notar vagnin og strætó að nokkru leyti og er að fara á æfingar út í Boga. Eftir breytinguna á kerfinu síðast þá kom boginn inn í leiðina, þannig að það var hægt að fara að nota strætó til að fara á æfingar í Boga sem bara var mikill kostur. En þetta eru 30 tíma ferðalög hjá henni, sko. Hún er að fara löngu áður en æfingin byrjar og hún er að koma heim löngu eftir æfingu lýkur. Af því að kerfið er svo gisið. Mér finnst þetta, hún er alveg sátt við þetta sjálf, það er ekkert að gera veður út af þessu. En kerfið eins og er í dag, það er þá ágætt til síns brúks miðað við þær forsendur sem við gefum okkur. Hins vegar, ef við ætlum að bæta það, auka það og styrkja það, þá verðum við að fara að hugsa þetta upp á nýtt. Það er bara mín skoðun. Og ég held að sé bara í góðu lagi og ég held að það sé alveg á hreinu að við erum að stilla upp tjaldsvæði upp á Hömrum, bara sem dæmi. Það verður að gera ráð fyrir einhverjum almenning samgöngu það og líka frá flugvellinum. Og ég sé heldur enga ástæði til að hafa það fritt. Ég sé enga ástæði til þess. En ég er bara sannfærður það að við getum gert þetta en við þurfum þá bara að taka skynsamlegar ákvarðanir. Og það liggur alveg í hlutræðis eðli að við getum ekki haft skiptistöðin í miðbænum eins og hún er í dag þar sem fólk þarf bara að standa út og bíða. Við þurfum að sjálfsögðu að gera eitthvað. Og við erum búin að vera að tala um þetta núna, ég held í 2 ár, gerum sáralítið sem ekkert og það bara gengur ekki heldur. Þannig nú bara drífum í þessu, gerum eitthvað. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það var það sem ég ætlaði að nefna ég á bæjarfulltrúi Þórhallur. Ég var einmitt að segja að við ættum ekki að bíða vegna þess að það kæmi kannski ákvörðun eftir ár en mögulega væri ákvörðunin ekkert, þannig að það var það sem ég meinti ef ég kom því ekki nægilega vel skýrt frá mér. Varðandi frítt og ekki frítt, auðvitað tekið undir það að mér finnst betra að horfa á eitthvað hóflegt gjald fyrir þá sem geta borgað til þess að geta styrt leiðakerfið og kannski er það ásættanlega lausn að fara í að bæta þessum 90 milljónum inn og útfæra kerfið þannig. Við varðandi íbúakort og app þá verður það ekki samt tilbúið fyrir á næsta ári bara svo allir gerir sig grein fyrir því og valmöguleikin þar í gegnum vissulega til staðar og ég held að reyndar að þetta þurfa alltaf að vera app og kort, við getum kannski ekki ætlast til þess að mjög ung börn séu með snjallsíma til þess að geta greitt í hitt og þetta eða eldra fólk, þannig að þetta verði alltaf tvöfalt kerfi þannig séð sko, en það er kannski ekki aðalatrið, það er framtíðin, þannig að app skal það vera, en ég held að, og við höfum náttúrulega verið að ræða heilan helling þessa framtíðar skipan og það þarf að taka raunhæfar ákvarðanir sem að skipta máli og við ráðum við, það skiptir auðvitað öllu máli, en það var nú bara þetta sem ég ætlaði. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við höfum stundum, allavega ég, þegar ég fer að Reykjavíkurflugvöll þá skammast ég mín svolítið. Mér finnst það ljótur, skilur þú veist, þetta er til skammar. Þessi bygging er bara ömuleg og þetta er ömuleg aðstæða og þú veist, það er skammar að vera að senda alla þessa ferðamenn í gegnum þessa byggingu. Þetta er bara ljótt. Varðandi okkur hérna, að þá er SBA, Sérleyfisbílar Akureyrar, þeir eru með afgreiðslu hérna í gám hérna við hliðina á Hofi. Þið vitið það, ekki?
Þar taka þér farþegana sína sem á leið í Mývatnssveit þegar ekki. Þetta heldur ekki til lagi. Þú veist, við eigum ekki að hafa þetta svona. Við eigum að standa okkur miklu betur. Við eigum að standa okkur sem ferðamannabær, við eigum að vera svolítið stolt og við eigum að gera þetta almennilega. Varðandi ferjun í Hrísey, að þá náttúrulega ég mjög hlynntur því að hún verði rafvæn, en ég líka hlynntur því að komum við appinu að allir, hvort sem að það eru Hríseyingar, Akureyringar eða Grímseyingar, við fáum öll frítt í þessa ferju en hinir borga. Hvernig sem við förum á því. Það alltaf verið að segja mig ekki mismuna íbúum. Ég skilði það ekki. Ég fór nú Tenerife daginn og það stóð bara íbúar borga 25 eurur, hinir borga 37 og hafið þið það. Þetta í Evrópusambandinu eða ekki. Ég skil ekki að við getum ekki gert þetta. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið máli sinni næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta rifjar upp svona gamla tíma hjá manni þegar ég bjó í Breiðholtinu. Tók strætó á hverjum einasta degi og það oft. Hann kom á 12 mínútna fresti upp í Breiðholt. Þá var ég 10 ára gamall. Hér erum við enn að berjast við að fá strætó hérna á, ég veit ekki hvað líður langt á milli, sko. Ég tek ekki strætó. Börnin mín gera það einstaka sinnum. En ég kannski ekki til í að borga samt 50 milljónir svo að Gunnar Gíslason fara að taka þetta strætó. Mér finnst það svolítið mikið. En ég held að þurfi fyrst að fara í einhverja svona herferð í að tala við sérstaklega úlingan okkar og þar fyrir ofan að fara að nota þetta áður en við förum að eyða fullt af peningum í að keyra þetta. Því að ég er ekkert vissum að notkun komi endilega með því og bara alls ekki vissum það. Þannig að ég held við þurfum að skoða þetta í víðara samhengi heldur en bara að leiðakerfið sé eitthvað slæmt hjá okkur eða tíðnin. Bæjarfulltrúi Þórhallur, SBA nær líka í sína farþega út á flugvöll og fer með það í Mývatnssveit. Við gerum það ekki, ég hérna vinn líka út á flugvölli Halla, bæjarfulltrúi forseti. Og ég spurður ótt og títt að hvort að strætó sé ekki að koma. Ég niður á gólfinu, þú ert uppi, þú hittir aldrei þetta fólk. Og hérna því finnst mörgum skrítið að skuli ekki vera fleiri leiðir en bara þessi að taka leigubíl af flugvöllum og það nú eins og þannig að leigubílarnir eru bara alls ekkert alltaf til staðar þarna. Nú ég held að sé alveg ljóst að leið og ætlum að leggja niður þetta frábæra tjálsvæði hérna í miðbænum okkar sem margir eru mjög hrifnir af að þá verðum við að huga því að keyra inn á Hamra. Ég held að það sé alveg ljóst hvernig sem því verður við komið. Þannig að það kemur að því að við þurfum að taka á þessum málum en ég held að við þurfum að skoða þau svolítið vel í kjölinn áður en það gert og það væri gaman að vita þessu könnun sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason minntist á áðan hvort að það fólk sem að tala að það þyrfti að fjölga ferðunum og fá fleiri strætóskýli og allan þennan pakka hvort að það sé fólki sem að nota strætón eða hvort að var hitt fólki sem að væri til að fara að nota og ef þetta gert. Ég hugsa að það sé frekar þetta fólk sem að nota og sem vil laga þetta allt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, lokið máli sínu, ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara svona rétt aðeins að því maður getur komið svo oft upp að því fórst að tala flugvöllin og þess að þú heyrir að fólk sé að kalla eftir strætó út á flugvöll. Þá þurfum við líka aðeins að velta fyrir okkur hvernig á það að vera. Við fórum í viðræður á einhverju tímapunkti sem ég man nú ekki alveg hvenær við flugfélagið sem að breyti bæði vegi flugáætlun sinni 2 ári og jafnvel oftar og ætlar að vera með strætóferðir til þess að sinna þessu flugi sem kannski á klukkutíma fresti eða 3 yfir daginn eitthvað og svo breytist það og það henta svo illa þessu kerfi sem við erum með. Og þá velti maður fyrir sér og það var eitt af því sem við skoðum að það væri að vera með sérvagn sem færi út á flugvöll, upp í Kjarna, upp í Fjall og eitthvað svona sem væri svona pínu ferðamannavagn og það væri þá eftir að láta greiða í hann til dæmis.
meðan við erum að finna út úr þessu með íbúakortin og svo framvegis. Það var nú bara þetta sem ég ætla að nefna hérna. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og ég færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar nú til að leiðrétta bæjarfulltrúar Hlíðina aðeins. Ég ekki að leggja til að hér verði keyptur vagn og rekinn fyrir 50 milljónir. Ég var að segja áðan að mín skoðun svo að við að taka upp gjaldtöku. En ég alveg sannfærður það að við breytum engu hérna nema að við gerum eitthvað í þessu málum. Og það alveg bráðnauðsynlegt að ef á að fara að keyra til út á völl eða taka hamra, eins og bæjarfulltrúi Hlíðar að benda á, þá þarf að bæta í vagnin. Og hvað ætlum við þá að gera? Og það skiptir þá engu máli hvort við erum að taka lítinn vagn eða stóran vagn, vegna þess að kostnaðurinn við rekstur strætisvagnanna að mestu leyti laun. Og launin eru jafn há hjá bílstjóranum hvort sem hann eru litla vagni eða stóra vagni. Munurinn hins vegar liggur kannski einhverju leyti í fjárfestingunni eða þá í olíueyðslu eða eldsneytiseyðslunni sem ræðir. Þannig að við þurfum með einhverju móti að ná utan þetta og við getum ekki endalaust bara verið að tala þetta. En það sem ég langaði líka til að benda á hérna því að bæjarfulltrúi Hilda Jana nefndi áðan, ef ég man rétt frekar en að hafi verið bæjarfulltrúi Hallabjörg, að með ferðirnar og flugi til dæmis til Vopnafjarðar og Þórshafnar og eftir Grímseyjar að nú séu blikur á lofti. Og það væri sérstaklega ankannalegt ef að ríkisstjórnin færi nú til dæmis að hætta að niðurgreiða flugið á Vopnafjörð og Þórshöfn, bara sem dæmi, og út í Grímsey. Af því að við getum ekki boðið upp á strætisvagnaferðir til dæmis út í Grímsey. Og það nýbúið að leggja strætóferðirnar af frá Þórshöfn til Akureyrar vegna kostnaðar. Þannig að þetta bara fráleitt. Og þetta líka eitt af því sem ég held að við, bæjarstjórn Akureyrar, og þurftum bara að taka upp á næsta fundi, það bara hreinlega það að láta í ljósi vandþóknun okkar á svona hugmyndum vegna þess að þetta hefur áhrif á okkur og svæði sem við erum að þjóna. Og við sem stærsta sveitarfélagi eigum bara að stíga upp og segja, heyrðu, þetta gengur bara ekki. Nú verðum við bara að fara að hugsa hlutina på nýtt. En vissulega kostar þetta einhverjum 10 milljóna sem þessi styrkur kostar ríkið, en það kostar líka að búa í dreifðu landi. En það kostar líka okkur að hafa stjórnsýsluna alla Suður Reykjavík. Bara heilan helling. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að taka á. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið mál sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að það sé lykilatriði þegar við förum að tala þetta, því við erum að velta fyrir okkur hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og menn að tala hér að bæta í kerfi með mögulega með þessu aðferð að hinni aðferðinni. Þá held ég að sé rétt sem að bæjarfulltrúi Hlínu kom inn á hérna áðan að það í rauninni við þurfum að átta okkur á því hvað við erum að reyna að bæta kerfið, að þess að fjölga farþegum, en við erum líka að reyna að átta okkur hvað það hver þörfin. Og ég meina það voða auðvelt að segja við getum setið í bæjarstjórn og sagt við skulum bara bæta við einu vagni, en mun það auka notkun. Við erum að velta því fyrir okkur. Ég held að líka sem að bæjarfulltrúi Þorláksmessunni, ég held að sé alveg möguleiki á því að fara velta því fyrir sig hvort að það í að greiða í strætó. Hann myndist á hópi 36 til 45 ára væri örugglega tilbúin að borga. En við höfum líka að horfa á þetta er líka svona svolítið, við höfum verið svolítið stolt af því að bjóða upp á fría strætisvagnaferðir í bænum. Við höfum talið það að vera okkar svona sérstöðu. Við erum að borga töluvert með strætó, 193 milljónir á síðasta ári fór framlag bæjarins til strætisvagnanna. Þannig að það er svona, þetta er dógóð peningur og ef við bætum í það, við þurfum aðeins að velta þessu fyrir okkur. En
Stóra máli að því ég talaði það, við þurfum að gera könnun. Við töldum einhvern tímann í strætisvagnan, ég veit ekki hvernig það var gert síðast, en þá var talað að farþegar með strætó væri 480.000 á ári og ég velti því fyrir mér, er það rétt tala? Hvað erum við að sjá marga fara í strætó? Vilji farþega til að greiða? Þetta held ég að við ættum að gera bara, við ættum að skoða þetta pínu til ítalega áðurinn fyrir að taka einhverja stórkostlega breytingar á okkar kerfi, en ég segi aftur, ef við erum að taka einhver skref, þá myndi ég vilja bæta í helgar og kvöldþjónustuna, en svo held ég líka þegar við framlýður og vonandi getum við komið upp íbúakorti og appi og öllu, þá verður þetta einfaldara fyrir okkur að rukka þá sem eru utanbæjar og þá getum við fara að velta fyrir okkur hvað við erum að gera, en til að mynda hamrar og flugvöllur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmund Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst ekti máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svona rétt kannski, af því að kannski er þessari umræðu væntanlega að fara að ljúka, en það eru auðvitað kannski pínlítið fyndið að við sem sitjum hérna 11 bæjarfulltrúar sem notum eiginlega aldrei strætó séum að reyna að finna út úr þessu. Kannski er þetta einmitt tilvalið tækifæri í íbúasamráð að tala við þá sem eru að nota, tala við þá sem eru að nýta sér það eða myndu vilja nýta sér það og taka afstöðu kannski eftir það samráðsferðlu. Ég er svona kannski bara legg það inn í púkið, það er við erum að leggja í íbúalýðræði og kannski er akkurat þetta ekki íbúakosning, heldur íbúasamráðsferðli og ég bara svona legg það inn í púkið að kannski væri gott að fá sýn þeirra sem að nota. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst ekti máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég verða að bregðast aðeins við þessu. Kannski er það ekkert sniðugt að við sem ekki nýtum strætó séum að ræða þetta hér, en það eru við sem tökum ákvarðanirnar þessi mál. Og ég hef aldrei lagt hérna til og er ekki búin að leggja hérna frá neina tillögu það að fara að taka ákvörðun að gera þetta eða gera hitt. Ég er bara bent á að við þurfum að fara að huga því að taka þessa ákvörðun hvernig svo sem við gerum það. Og þess vegna er mjög mikilvægt að við ræðum þetta hérna og sjálfsögðu þarf að skoða þessi mál og eins og ég nefndi hérna upphafi umræðurnar þá erum við að fara að skoða þessi mál meðal annars í umhverfis- og mannvirkjaráði og þess vegna skiptir máli að heyra svona aðeins hvaða hugsanir, hvaða hugmyndir eru fyrir hendi hér með tilliti til þess hvað á að skoða. Ég er bara benti á það áðan af því að það verið að tala með áður en við fyrir að bæta við vagni, þá benti ég bara einfallega á það. Ef menn ætla færa tjaldsvæðið af Þingvallastrætinu og upp á Hamra og vera bara með tjaldsvæðið þar, sín dæmi, þá bara velti ég fyrir mér, er það forsvaranlegt nema að bjóða upp á almenningssamgöngur það? Bara það var spurningin. Ef við gerum það, þá stöndum við frammi fyrir því að við þurfum að bæta við vagni, hvað sem tautar raular. Þannig að við getum ekki bætt þessu á það kerfi sem nú þegar til staðar. Þannig að ég bara velta upp sína orsökum og afleiðingum. Þessar umræður er bara búin að vera fínar og ég held að við Andri allavega og Jana förum þá bara inn í þessa umræðu í umhverfis- og mannvirkjaráði með þá ákveði veganesti sem bara fínt mál. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu og orðið er laust. Næst ekti máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kom ekkert inn á gjaldtöku áðan. Ég held að þessi hópur sem að bæjarfulltrúi Þórhallur er að tala megi rukka í strætó, ég held að það fólk svo sem kippir sér ekkert við að borga í strætó, það er ekki að fara að taka strætó af því að það er frítt endilega, ég held að það snúist allt annað. En samgöngumiðstöð, mér líst nú illa á það, bæjarfulltrúi Halla, við förum að setja gámaðinn út allan bæ til að leysa vandamál í 2-3 ár. Ég held við verum einhvers staðar að stíga niður og bara framkvæma hlutin eða íta eftir að verði framkvæmdir og ég hef þá á tilfinningunni að flugvöllurinn verði okkar stóra mál þar því að
ég held að þessi flugvöllur er eftir að vera miklu stærri heldur en menn gera sig grein fyrir og það er eftir að verða miklu meiri traffík þar heldur en að menn horfa til í dag. Þannig að við eigum nú að vera framsýn og vera með samgöngumiðstöðina þar ekki hér inn í miðjum bæ því að við þurfum að taka á móti fleiri bílum heldur en bara strætó. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu og ég ætla að biðja varaforseta aðeins að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég var nú að koma upp því ég er auðvitað alls ekki að mæla með því að við séum að setja gáma út allt. Það er hins vegar að liggur fyrir. Við viljum fara í uppbyggingu í miðbæjarsvæðinu og við þurfum að einhvern veginn að leysa þessa strætóstöðu sem við erum með þar. Hvað gerum við á meðan? Við erum að bíða eftir því að koma upp samgöngumiðstöð eins og bæjarfulltrúi Hlynur er að leggja hérna til að vera út á flugvelli eða uppbygging út á flugvellinum. Við þurfum að gera eitthvað strax og þá hvernig við leysum það þarf ekki að vera gámur, það má vera eitthvað annað. En ég held við ættum að gera eitthvað frekar en að bíða alltaf og bíða og ræða og svo líða árin og allt í hennu 4 á liðin og við höfum ekki gert neitt. Það var bara það sem ég vil alls ekki gáma út allan bæinn. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir lokið máli sínu og ég færi henni aftur stjórnfundarins. Takk fyrir það, þá er orðið laust. Næst ykkur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna því að heyra það Halla að þið séu hægt að bíða því að ég held að þetta væri eitthvað sem þið þekktu mjög vel og væri bara til því viðtekin venja. En það er bara gott að heyra það að ég að fara að bregðast við eitur og bingo. Minnst það gott. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, næst ykkur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, er ekki 4 ár liðin og það hefur ekkert gerst. Ég ætla að vona að fara eitthvað að gerast. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu og orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað sér orð, þá hvað sér hljóð skulum við hafa þetta. Þá segir við umræðum þennan lið lokið. Ég var svo mikið að hugsa það sem bæjarfulltrúi Þórhallur sagði. Ég er bara rétt byrjuð, skilurðu.